Fólk með síþreytu mætir ótrúlegum fordómum, segir talsmaður félags þeirra. Alþjóðleg vitundarvakning síþreytu sjúkdóminn var víða lönd í dag. Vitundarvakningin nefnist Millions Missing sem vísar til þess að milljónir sjúklinga allan heim eru óvirkir í samfélaginu vegna veikinda sinna. Ekki vitað hve margir eru með sjúkdóminn á Íslandi. Að það eru alveg klárlega yfir 1000 manns, en það var eldri rannsókn sem sýndi 4000. Þannig að við bara hreinlega vitum það ekki. 100 er í félaginu hér á landi. Það var stofnað 2011 og berst fyrir auknum rannsóknum, uppfræðslu og að sett verði upp teymi eða miðstöð málefni sjúklinga. Félagsmenn afhentu fulltrúa heilbrigðisráðherra áskorun. Og við viljum skora á heilbrigðisyfirvöld að koma með okkur í þessa vegferð sem að bæta hag sjúkra á Íslandi. Skór nokkurra sjúkra voru til sýnis á Austurvelli og á þá voru ritaðar stuttar sögur. Skórnir eru táknrænir fyrir sjúkdóminn því eigendur þeirra notuðu þá í útilegur, fjallgöngur, hlaup eða dans áður en þeir veiktust. Nú gerir það ekki eftir að veiktist. Þetta er líka dæmi þá sem ekki eru með okkur vegna þess að mjög stór hluti, 25% af þeim sem eru veikir, sem ekki fara út úr húsi. Herdís hefur þjáðst af sjúkdóminum síðan hún fékk svínaflensu árið 2009. Hún segir að miklir fordómar séu í garð fólks með síþreytu. Það er ótrúlegasta fólk sem hefur haft samband við mig, fólk sem ég hef unnið náið með, sem er sláandi, fólk sem er búið að vera í stjórnunarstöðum, sem þorir ekki að segja að það sé með eða síþreytu eins og þetta hefur verið kallað á íslensku. Vegna þess að það eru bara ótrúlegi fordómar.